Svo annað mál sem ég finnst rosalega alvarlegt svona varðandi öryggi og frelsi. Hún bara ekki til fyrir sumir fólk, ákveðin fólk í samfélaginu. Á sama tíma verðum að ræða eftirlit. Eftirlit, svona leynilega og eftirlit. Hvað með það? Það ýmislegt að segja. Það er margt að segja. Allavega, já. Zawadi, Voices of Change. Zawadi Transformative, það er breytum kerfi. Líka á TikTok. Ég stóð óvart tveimur þetta, ég ekki góð í þessi dót. Ég rosalega glær og nýtt í þessi allt svo. Já, á Instagram líka, Zawadi Voices of Change og á YouTube, Voices of Change. Ég ætla breyta TikTok á Zawadi Voices of Change eða Voices of Change eftir tíma ef TikTok leyfir mér það. Þú veist þessi hugmyndir ekki fully formed en þá skilurðu þetta bara skoðanir og hugmyndir sem ég held að hvernig ég held að væri allt í lagi að kannski endurskoða einhverju lögum, einhverju practices. Heyrðu, maður segir, ég var fyrst til í gamla daga, það var í Afríku, við erum alveg í Afríku, ég er frá Kenya, og það mátti ræna sér konu. Það var bara í lögum, það var rétt að þú stelpa sem þú fylgist með stelpa þegar hún fædd og þegar hún orðin 12 eða 13 og byrja brjóstið og svona, þá mátti fara að ræna hana og hafa hana sem konu þinn. Og það var allt í lagi. Það var bara allt í lagi. Og ég var líka alin upp á tímum sem mátti ræna snýpurinn hjá konun. Það fara að klippa það af. Að konur bara fyrir reproduction en ekki fyrir gaman. Mátti ekki vera að halda framhjá þess vegna að klippa sér snýpur og alls konar svona hugmyndir. Þetta var allt breytt. Af hverju get ekki endurskoða og breyta einhverju lögum, einhverju trúum eða practices eða kultur barn sem skiptir mesta máli. Hvað skiptir meira máli en börnin okkar? En barn bara fyrir samfélag. Það ekkert barn sem einhver ákveðin á, skilur. Þó ég sé þessi barni minn, skilur. Ég held að skilur mig. En, hey, förum í bandi. Have a nice day.